Koma 6. liða dagskrá í Íþróttafélagið Þór, uppbygging á félagssvæði Þórs, til máls tekur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér komin inn liður nr. 6 í fundargerð bæjarráðs dagsett 13. júní 2024 og liður nr. 7 í fundargerð fræðslu og lýðræðisráðs dagsett 10. júní 2024. En þetta er samningur við Íþróttafélagið Þór uppbyggingu á svæðinu og þessi samningur lýtur eingöngu að uppbyggingu á ásnum sem kemur að gervigrasi þar og eins og kannski flest allir vita sem að koma eitthvað nálægt íþróttum þá aðstæðan á Þór orðin óviðunandi hvað varðar knattspyrnu iðkun á svæðinu og því nauðsynlegt fyrir okkur að fara í þessar framkvæmdir og bara mjög jákvætt. Þannig að ég legg þennan samning bara hér undir til samþykktar. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það kemur sennilega engum á óvart að ég komi hérna upp til að fagna þessum samningi. En þegar eru hafnar framkvæmdir við nýtt mávahverfi sem verður til þess að iðkendafjöldi á Þór mun aukast á næstu árum. Og eins og Hlynur kom inn á þá aðstæðan sem að fótboltinn býr við hjá Þór alls ekki upp á marga fiska og bara stór hluti af svæðinu ónotæft. Ég veit að það hafa ekki allir áhuga á íþróttum og þeirri uppbyggingu sem í vændum. En við skulum ekki gleyma því hversu mikið íþróttin að gera fyrir samfélagið okkar. Sjáum til dæmis bara hvað íþróttir hafa gert fyrir samfélagið í Grindavík eftir að það ömurlega ástand skalla á þar og stendur enn yfir. Góð íþróttaaðstaða ekki bara mikilvæg fyrir krakkana okkar sem stunda hana, eða íþróttirnar, heldur eflir hún einnig félagslega þáttinn hjá íbúum bæjarins. Mér þykir alltaf gaman að mæta á íþróttaviðburði þar sem margt manninn og það eitt af fjölmennustu samkomum bæjarins. Nú getum við stolt hort fram á veginn og bæði íþróttafélögin okkar munu æfa og spila fótbolta við frábæra aðstöðu áður en langt líður. Til hamingju Þórsarar. Það er bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sif Jóhannesar Ástudóttir. Forseti, bæjarfulltrúar. Hér til umfjöllunar samningur uppbyggingu á íþróttasvæði, virkilega jákvætt verkefni sem mjög erfitt að setja sig upp á móti, enda það ekki það sem ég vil gera hér. Ég veit að þessi uppbygging löngu tímabær og aðstæðan ekki eins og við viljum hafa hana, en verkefni sveitarfélaganna eru mörg og sitt sýnist væntanlega hverjum forgangsröðun þeirra og hversu mikið hægt að gera í einu. Það auðvitað þannig að þeir peningar sem verða nýttir í þessa uppbyggingu fara ekki annað á meðan og þeir fjármunir sem teknir verða eru á láni og nýttir í framkvæmdir í dag, taka af því fjármagni sem hægt að nýta í framkvæmdir til langra framtíðar. Ég tel að hér sé ansi langt seilst í umfangi framkvæmda í heildina næstu árin og í þeim framkvæmdum sá hluti sem lýtur að uppbyggingu íþróttamannvirkja stór. Ég hefði viljað sjá verkefnum dreift á lengri tíma og að forgangsröðunin væri rædd í því samhengi. Ég vil leggja fram bókun fyrir mína hönd og Sunnu og Gunnars. Bæjarfulltrúa B-lista Sunna Hlín Jóhannesdóttir og Gunnar Már Gunnarsson og Sifi Jóhannesar Ástudóttir vaflista og bóka. Það brýn þörf á að bæta æfingaaðstöðu barna í knattspyrnu á Þórssvæðinu og hefur verið lengi. Og ætti því að vera auðveld ákvörðun að samþykkja þennan samning í dag en tímalína framkvæmdanna í samhengi við aðra framkvæmdir veldur áhyggjum. Við teljum of mikið fæst í fang á of stuttum tíma með íþyngjandi lántöku í háu vaxtarumhverfi. Meðal þeirra fjöldaverkefna sem nú þegar eru á áætlun eru bygging nýs leikskóla, síðustu áfangar gagngera endurbóta á Glerárskóla, nýr þjónustukjarni, kostnaðarhlutdeild í stækkun á verkmenntaskólanum á Akureyri, ný vélageymsla í Hlíðarfjalli, endurbætur á innilaug sundlaugar Akureyrar, framkvæmdir við félagsaðstöðu og stúku á Káasvæði. Uppbygging á inniaðstöðu golfklúbbs Akureyrar og síðast en ekki síst nauðsynlegar endurbætur á fasteignum Akureyrarbæjar sem hýsa hjúkrunarheimili Hlíð en ekki hægt að sjá að gert hafi verið ráð fyrir þeim í framkvæmda áætlun. Allt góð verkefni sem engu að síður verða rúmast innan raunhæfs fjárhagsramma
auk annara nauðsynlegra verkefna sem hafa ekki ratað inn í fjárhagsáætlun þessa meirihluta eða hafa færst aftar í forgangsröðinni. Þá hefur bæjarfulltrúi Sif Jóhannesar Ástudóttir lokið máli sínu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúa, ég þarf að koma hér með örlitla skýringu og afsökun og allt það. Í aðdraganda kosninga fyrir 2 árum að þá var þetta verulega mikið umrætt, það er að segja uppbygging íþróttamála hér, og þá töðaði ég heilmikið þennan einkennilega samning við KA og hvernig þeir hefðu verið snúgnir að afsala sér einhverju sem þeir áttu ekki upp á framtíðar vonum gríðar mikla tekjur af því svæði sem þeir áttu ekki til handa bæjarins, flókið, en svona var þetta einhvern veginn. Og það að við hefðum kannski frekar átt að, ég reyndar gerði leitaði í þeim aðdraganda og komst að því að víða út í hinn stóra heimi þá eru afskaplega voldug knattspyrnufélög sem deila af öllum, og það var það sem var rætt í umræðunni. Ég fann bæði á Ítalíu og Svíþjóð og víðar dæmi þetta með stórra klúba, og þetta var rætt í þessari kosningabaráttu að það væri ekki hyggilegra að reyna að draga ögn í land og hafa bara einn aðalvöll og svo æfingasvæði fyrir sérhvert félag. En við erum komin hér og við erum stödd í miðri á, segi ég, þannig að nú bara horfum við fram á við og upp á við og segjum þetta er flott, bara kýlum á þetta er orðið og verðum gríðarlega jákvæð í alla staði fyrir því sem orðið er. Þannig að þess vegna ætla ég að segja já við þessum samningi á þessum forsendum þótt að ég hafi sagt annað í aðdraganda kosninga fyrir 2 árum. Bara við erum jákvæð, glöð og þetta er flott, þetta verður gríðarlega skemmtilegt eftir 2, 3, 4, 5 ár þegar allt er komið í rétt horf. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er ánægjulegt að þessi samningur sé að líta dagsins ljós og skiptir gríðarlega miklu máli að hafa íþróttaaðstöðu með þeim hætti að hún sé ásættanleg fyrir allt og alla og samfélagið. Ég var aðeins, þegar maður horfir tilbaka að þá hefur náttúrulega bærinn tekst vissulega dálítið vel úr honum og þurft að bæta ansi mikið við. Og við upplifum það náttúrulega hér meðal annars á síðasta kjörtímabili að þar hafði bæst við einmitt heilt hverfi, ef ekki 2, Naustakverfi og Hagakverfi, með tilheyrandi að sjálfsögðu auknu álagi þá á íþróttafélagi KA og var farið í uppbyggingu þar og sem í rauninni á sér svo miklu lengri sögu í tengslu við það þegar að átti í rauninni í hruninu að fara af stað með uppbyggingu þar sem að hefði stemt ágætlega við skipulagið eins og það blasti við okkur þá, en var það ekki. Síðan er spurning hvað á að gera, hversu lengi á að teygja það, af því að vissulega í öllu eðlilegu umhverfi þá hefði maður viljað sjá hlutina vera að gerast dálítið skipulega yfir lengri tíma, þannig að það væri eðlilegri skipting á milli þess fjármagn sem við erum að setja í framkvæmdir milli fræðslumála og uppeldismála, málefni fatlaðra og svo framvegis, öll hinn verkefnin okkar, menningamál og svo framvegis. En það má líka segja að við höfum verið komin í ákveðna innviðaskuld sem að hafa einhvern veginn þurft að jafna út ef við ætlum að ná einhvern tímann í skottið okkur. Hins vegar eru þetta erfitt á þessum tímapunkti að sjá hvernig framkvæmdaáætlunin mun púslast saman í haust og verður það þetta verkefni haustsins og fram að áramótum að sjá það fyrir okkur, hvernig hægt er að forgangsraða með þeim hætti. En ég held að eftir bæði að hafa skoðað umhverfið þarna og heyrt vel í fólki að þá sé þetta ásættanleg niðurstaða með við þeir fjármagn sem að fyrirhugað er. Mér langaði þó að spyrja einu að því að ég sá ræðu frá formanni Þórs á afmælishátíð dögunum, mér langaði gjarnan að spyrja, kannski bara fulltrúa meirihlutans, þar nefnir hann að það sé gert ráð fyrir því að grunnur að íþróttahúsi verði tekið vorið 2026 og mér langaði bara að spyrja fulltrúa meirihlutans hvort að þau orð falli vegna vilyrða meirihlutans eða hvað þau ætli sér í þeim efnum. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á að þakka sig fyrir að telja upp öll þessi góðu mál sem við erum að byggja hér í bænum og halda gangandi. Svo ég svari svo strax með Hildíunni, ég hef ekki lesið þetta frá formanni Þórs, ég er búin að heyra af þessu og þetta er nú sennilega þeirra hlutverk að reyna að toga meira í okkur og fá okkur til að byggja meira upp. Þetta var íþrótthús rætt hérna í svona áður við komum að kosningum hjá mörgum og á fundum hjá Þór meðal annars. Ég persónulega sagði nú alltaf að ég myndi gjarnan vilja reyna að koma því að stað við loka þessa kjörtímabils að skrifa undir samning um það, en hvort það kæmi stað vissi ég ekki. Ég veit ekki hvort hann hengja sig í þau orð eða eitthvað annað hjá okkur, en auðvitað eru rætt fram og tilbaka og við höfum alltaf verið mjög skýr í því svari, meirihlutinn gagnvart Þór, að við förum ekki hvorki samning við á eða í að byggja neitt íþrótthús nema við höfum ráð á því. Það hefur alltaf verið skýrt. Þannig að þeir eru kannski svona að reyna að teygja orðin aðeins í þá átt að þeir eru svona að ýta okkur og vonast eftir kannski einhverju meiru heldur en við höfum nokkuð tíðan lofað. En með þennan blessaða völl hjá Þór, þá er þetta nú þannig að því að þú fórst nú yfir það bæjarfulltrúi Hilda með söguna með Káa. Við erum að gera þar samning við Káamenn alveg frábæra aðstöðu, myndi ég segja alveg geggjaða. Ég man nú eftir í ræðu formanns Káa þegar að ég held bara stuttu eftir hvort það var sama dag og var skrifað undir samningin eða daginn eftir aðalfundið Káa, þar sem hann sagði nú að hann væri í raun og veru bara feginn því að það hefði verið grafið honum svo hólu í hrunnu og þetta hefði tekst á þessu að gera þessa aðstöðu því að hún hefði aldrei orðið eins flott á þeim tíma sem var áætlað að byggja þá og svæðið yrði miklu flottar eins og væri verið að gera það núna. Við erum í sjálfsér að eins og bæjarfulltrúi Elma kom inn og að taka núna þetta fyrir Þór þennan ás til þess að gera Þór það kleift að taka móti fleiri iðkendum, því að það er nú komið fram að við erum að fara að byggja þann upp í Móakverið þar sem verður örugglega mikið af börnum og það geti orðið gríðarlega erfitt fyrir Þór að taka móti þessum krökkum og eins fyrir bara börnin að vilja fara að æfa hjá Þór ef þau sæju þessa frábæru aðstöðu á Káa, en eins og allt sæðið hjá Þór þá er nú kannski bara ekkert gaman að fara að æfa þar. Þannig að ég held þetta sé nauðsynlegt og þetta er nú bara eitt vísir að því að sé gott að búa í bænum, að íþróttaaðstaða sé góð. Þannig að ég held við getum bara verið mjög stolt af þessu og þetta er allt gert í mikilli samvinnu við Þórsara og ég held að þeir séu bara virkilega ánægðir með það sem við erum að gera þarna og vonandi náum við að gera eitthvað samt í íþróttuhús fyrr en seinna, hvort það verður þessu kjörtímabili eða næsta og þannasta, ég veit það ekki, en vonandi verður það fyrr en seinna, því að það er nauðsynlegt að fara að fá íþróttuhús á Þórshöfða. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson, lokið máli sinn orðið laust. Næst tekur þú máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, vil þakka bæjarfulltrúa Hlyni fyrir að fara yfir þetta. Já, bara aðeins að veltaði fyrir mér að því að bæjarfulltrúi nefndi að það er farið í íþróttahús ef við hefðum ráð á því. Kannski hvað hann ætti við, þá án lántöku eða án ómikillar lántöku eða kannski hvað nákvæmlega væri við átt. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið laust, næst tekur þú máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, bæjarfulltrúar, það sem ég á við er raun og veru að ef að framkvæmdaáætlun og fjárhagsáætlun leyfir, þá munum við reyna að fara af stað. Allavega mun ég ýta á það, að við munum reyna að ýta þessu úrvör ef að við sjáum fram á það að við getum þetta og þá er ég ekki að tala um að fara að taka lán fyrir öllu húsin. Alls ekki. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur þú bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka fyrir góðar umræðu hérna og langar að nota tækifærið og bara óska Þórsurum til hamingju með þennan samning. Ég hef svo sem sagt og sagt við þá líka
að ég get samþykkt þennan samning þar sem að þörfin óumdeild. En tímalínuna get ég því miður bara ekki samþykkt ef að ég set hana í samhengi við allt annað sem á að gera eins og kom vel fram í bókun okkar og máli bæjarfulltrúa Sifjar. Það ljóst að það þarf að fara í lántöku ef það á að fara í þetta allt saman og teygja lopand dálítið vel 2025. Þannig ég tel að það hefði þurft að leggjast betur ofan í þetta og forgangsraða betur. En náttúrulega þau gögn sem við fengið að sjá náttúrulega bara drög af framkvæmdaáætlun en það það bara óábyrgt af mér að samþykkja þennan samning ekki vitandi hvernig eigi í rauninni á fjármagnana og hvernig mun röðun á framkvæmdum líta út. Að mínu mati hefði annarkvort þessi uppbygging þurft að færast aðeins aftar á framkvæmdalistanum eða önnur verkefni. Sem dæmi þá hef ég sett spurningamerki við einhvers konar, ég veit ekki hvort þetta kallast hugmyndakeppni eða eitthvað hennan leikskóla. Mér sýnist að það enn og aftur að fara í uppbyggingu á rándýrum leikskóla í staðan fyrir að skoða ódýrari lausnir. Það ýmislegt þarna sem ég hefði viljað skoða til að koma þessu þó að svo vel sé. Þannig að mér finnst bara að vera að færast of mikið í fang á of stuttum tíma. Það bara mitt mat og þess vegna sit ég hjá og þá verð ég bara einfallega að standa og falla með því. Ég ætla ekki að víkja frá minni sannfæringu það. Umræðan uppsafnað þörf. Þetta mikið nefnt og vissulega þetta að taka undir það á einhvern hátt. En kannski ástæðan fyrir að ekki var farið af stað á síðasta kjörtímabili eins og við vitum öll að það átti að reyna að komast að einhverju sameiginlegri niðurstöðu röð framkvæmda íþróttamannvirkja. Og það fór að minnast í 2 ár í þá vinnu sem var síðan kynnt og samþykkt á síðustu bæjarstjórn. Þannig að það átti að vanda og hefja samráð og mér finnst bara synd að það sé verið að ekki endilega henda þessari skýrslu en það fannst mér meingöllu en að við höfum ekki farið í þetta sameiginlega samtal. Þannig ef að það á að fara í samtal við Þór nýtt íþróttahús þá legg ég til að það veri bara sest niður með KM leið og ákveðið í framhaldinu hvað það þýðir. Á þá að fara í nýtt íþróttahús líka við KM-svæðið. Munu KM þá bara fá íþróttahöllina og Þórsarar nýtt íþróttahús. Þetta verður að ræða áður en áfram vera haldið. Það þýðir ekki endalaust að bara gera allt fyrir alla hér og þar. Þetta verður að vera í einhverju heildarsamhengi. Og ég hef líka talið fyrir 3 kjarna uppbyggingu og að við skoðum í sameiningu með IBA hvernig við getum komið ýmsum íþróttagreinum þá fyrir í þessari uppbyggingu. Það var ekki gert fyrir uppbyggingun á KA og þess vegna satt ég hjá af því að ég vildi fara í þá vinnu. Ef það átti að fara í þessa rándir uppbyggingu þá átti að skoða alvöru hvaða greinar hefði geta farið inn í þessa félagsaðstöðu. Það bara verið að gera eitthvað að mínu mati hér og þar. Þannig að ég sitt bara hjá í þessu enn og aftur óska Þórsarum til hamingju. Þá hefur bæjarfulltrúi Sunnarlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu. Næsta tekur því máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, bæjarfulltrúar. Takk fyrir góð umræðu. Ég get ekki tekið undir orð bæjarfulltrúa Sunnu að segja að vera að gera eitthvað. Það var stór orð sem að finnst bara svolítið sérstök en umræðinu löngu hafinum hvað verður gert varðandi íþróttahús í framtíðinni. KM vita allt þessi mál og munu taka höllina eins og hún segir. Bæði félögin eru að hafa vitneskju þetta. Ég held nefnilega að sé akkurat öfugt. Ég held í fyrsta skipti séum að plana langt fram í tíma í þessari bæjarstjórn. Fyrsta skipti erum við að taka umræðu með Þór með 10 til 15 ára plan. Hvernig svæðið og lít út, allt í kring. Við erum að ræða við KM hvernig framtíðarplönin eru, hvað alltaf nýta félagsaðstöðun í
við erum jafnvel að tala við Þór hvað að koma eftir mörg ár, hvað geta saminað íþróttagreinar inn í húsum hjá þeim. Það nefnilega akkurat öfugt að hrósa okkur fyrir góða framtíðarsýn á öllum uppbyggingamálum í íþróttamálum hér í bæ. Þannig að þetta einn liður af því. Þannig að mér finnst þetta afskaplega sérstök orð. Ég ætlaði einnig að óska Þórsurum til hamingju með glæsilega fótboltaaðstöðu sem verður. Þetta gjörsamlega nauðsynlegt og það sem að gleymist í umræðunni og það sem að Lundarskóli er með þá gæfu að krakkarnir leika þar á Gerðugarsvelli Káa, ekki bara í frímínútum, heldur eftir frímínútur, allt hverfið. Og ég veit að það mun gerast það sama á öll hverfi í kringum Glerárskóla. Þar munum safnast saman fullt af krökkum. Allan sólarhringinn að leika sér í knattspyrnu og jafnvel bara leiki eins og að gerast þarna upp í Káakverfi, í nýja vellinum þar sem er hindar að verða, ef við séum ekki 10 ára gamall fljótlega. Þetta er rosalega fljótt að líða. Þannig að ég er afar stoltur með þessu uppbyggingu og þetta plan sem er að gerast núna með að nýja okkar hlutur í nýju hjúkrunarheimilinu sem var 600-700 milljónir datt út. Þá myndaðist þarna glöfa fyrir þennan völl og ég tel bara hefur full og trú á því að við munum sjá til þessu öll þessi glæsilegu verkefni eins og bókunum stendur fyrir muni hafast á þessu kjörtímabili. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforstöðum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Hallur Björk Eiðinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég bara ætla að þakka fyrir umræðan þennan samning og get nú ekki eiginlega bara annað en komið upp og óskað okkur öllum til hamingju með að vera komin þá þetta á veg. Við vorum hérna á síðasta kjörtímabili og ég ætla nú bara svona ef við færi aðeins yfir söguna. Ég hóf störf hérna í bæjarstjórn 2010, rétt eftir hrun, þegar við vorum að ræða við KM-menn einmitt að þú veist að þann samning sem þeir héldu á þá sem var sko án fyrirvara fjárhagsáætlun með þess að. Og þá var farið í samninga við KM-menn sem tóku bara vel í það, voru hérna svo með aðstöðu á Akureyrarvelli og við settum stopp í alla framkvæmdir af því að það var klárlega engin peningur til. Núna er tíðin önnur og þetta hefur smá saman batnað. Á síðasta kjörtímabili vorum við náttúrulega ekki komin í þessa stöðu sem við erum núna. Tekjur bæjarins er að aukast umtalsvert bara með tilkomu innviðagjalda og gatnagerðargjaldana og svo framvegis sem við höfum bara ekki verið í þeirri stöðu hingað til. Það þýðir auðvitað að við getum hreyft okkur aðeins hraðar og vorum komin og erum kannski í pínu svona innviðaskuld. Ef maður færi alveg lengst aftur í, kannski 20-30 ár, þá hefði maður kannski gjarnan vilja að við geta bara verið eins og stóru klúbbarnir eins og Bæjarfulltrúi Jón Hjalta kom hérna inn á, getur saminast einhverja keppnisaðstöðu og við höfum gert þetta þannig. Þetta er 20.000 manna samfélag bara og manni finnst svona, þetta er pínu skrítið að vera að byggja upp 2, en við hingað erum við komin og það verður í einhvern veginn ekki aftur snúið. Þannig að ég segi bara, við erum bara pínu glöð með það að þetta er það sem við getum gert. Við erum að byggja stórglæsilega aðstöðu upp á Káasvæði. Hún svona fer að líta dagsins ljós og við erum komið þá með þennan gervigrasvöll fyrir þá krakka til að æfa upp á Þórs og þetta er auðvitað bara fyrsta skref í meiri uppbyggingu og það verður alltaf krafa meiri og betri aðstöðu fyrir öll íþróttafélög. Ég var ekki heyrt neitt sem segir bara já, þetta er komið, við þurfum ekki meir. Þannig að ég held að við verðum bara svona, einmitt upp og áfram eins og kom hérna fram með einhverjum, hvað varðar aðrar framkvæmdir sem alveg vissulega, við erum að gera heilmikið og það er verið að byggja hérna upp bæði leikskóla, við erum að fara að taka þátt í viðbyggingu við VFMA og svo framvegis. Við reyndar hérna erum hjúkrunarheimilið verður ekki okkar könnu eða þau 15% vonandi, þetta er nú svo sem ekki allt komið í gegn, en hvað varðar umbætur á Hlíð þá höfum við verið í viðræðum eða vorum í það minnsta í viðræðum við ríkið upphaflega að þær framkvæmdir eru framkvæmdar í ríkinu þó að við værum vissulega með þarna 15% en það færa einhverju hlutu upp í eignarhlut á því húsnæði. Þannig að það kemur ekki til auka peningur sem kemur úr okkar kassa.
Það liggur ekki fyrir hversu mikla lántöku eða hvort við þurfum í lántöku fyrir öllum þessum framkvæmdum. En þangað til þá, þú veist, þá að það liggur bara fyrir hversu mikla tekjur. Auðvitað viljum við bara auka tekjunar, þannig við þurfum ekki að fara í mikla lántöku. Vaxtaumhverfið er ekki glæsilegt. En ég held og ég hef þá trú að við séum bara í stakk búin, sveitarfélagi loksins kannski, í stakk búin til þess að gera ýmislegt og vera bara stolt af því. Þú kom bæjarfulltrúar Höllubæjar Greiðslu fyrst, gefum aftur stjórn á fundinum. Já, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er gott að það er eitthvað samtal í gangi og áhugavert að heyra að allir séu bara ánægðir og glaðir, en það er bara frábært að heyra það. Við vorum náttúrulega kölluð á fund Þórs, minnihlutinn, fyrir ekki svo löngu þar sem verið að selja okkur hugmyndina í íþróttahúsi á undan velli, þannig að ég er bara pínu rugluð í þessu, en allt í lagi, samtölin eiga sér einhvers stað og ekki alltaf kynnt minnihlutunum, það er bara eins og það er. En varðandi að tekjur sér aukast, það eru vissulega að aukast og útgjöldin með. Við erum ekki að ná að minnka bilið, það eru aukast frekar heldur en hitt. Ég nefndi inn í bæjarráði á fimmtudaginn að mér hefur alltaf þótt óábyrgt að fara í svona stóra framkvæmdir án þess að taka saman hvað kostar að reka þær. Það var gert í Káa, ég gerði athugasemdin í bæjarráði, það var gert í minnisblað og lagt fyrir bæjarstjórn. Ég gerði aftur athugasemd við þetta á fimmtudaginn, þetta hafði ekki verið gert. Og nú skulum bara taka einfalt dæmi, ég er að reka mitt heimili og ég er að reka það í mínus. Alveg eins og bæjarsjóður er að hlutin, það er verið að reka hann í mínus. Ég ætla að bæta við mig bíl og ég pæli bara hvort ég eigi að fara í lántöku núna sem er náttúrulega galið eins og vaxtaumhverfið er, þannig ég myndi að líklega hætta við það. Af því það kom fram í bæjarráði að það þarf að fara í lántöku á þessu ári og næsta. En allt í lagi, mögulega myndi ég bara kaupa hennan aukabíl á heimili að því þetta er aukabíl, að þá myndi ég bara aldrei ráðast í að kaupa með bifreið á þess að pæla hvað kostar að reka hann. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir, lokið máls sína orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að leiðrétta eitt í máli bæjarfulltrúa Sunnu. Það kom ekki fram í bæjarfulltrúa þyrfti að fara í lántöku á þessu ári. Ef ég maður rétt var það orðað þannig að það þyrfti mjög líklega að fara í lán, en hvort það væri rétt að þreyja þorran í 1 ár eða meira væri ekki ljóst. Þessi hugmyndjómin með sameiginlega völl, hún hefði þurft að vera tekin fyrir 15 til 20 ára síðan, eða átt að vera eitthvað viti, en svo er líka hægt að hugsa til þess er gott að vera með öll þessi landsvæði þá líka Akureyrarvöllur undir öllu þessu dæmi. Við hefðum alltaf þurft að gera velli til þess að hægt að vera að æfa þannig uppfrá. Ég veit það ekki, það er búið að taka þess ákvörðun að vera með 2 stóra kjarna hérna á Akureyri sem er held ég bara gott til framtíðar. Þór er að verða held ég eitt af örfáum ef ekki bara síðasta félagi sem er ekki með íþróttahús á sínum félagsvæði. Og það er nú löngum verið talið í íþróttum nauðsynlegt að vera með íþróttahús á svæðinu til þess að ná tengingu á milli deilda og allra hópa innan félagsins. Þannig að þetta er nú bara liður í því svona að sameina félagið að lokum. Þannig að ég held að við ættum nú öll að leggjast á vagni með að taka undir að þurfa að gera þetta, hvort það hafi verið eins og ég segja á þessu næsta þannig kjörtímabili, það á eftir að koma í ljós. Það var allir inn að Káa löngu vita það að þeir muni þá fá höllina og losna þar og það verið þeirra svona æfingahús með Káahúsinu. Þannig ég held að sé engar svona efarættir þar hvað eigi að gera eða neitt. Það liggi svona ljóst fyrir allavega í íþróttaheiminum. Þannig að ég held að íþróttamálin séu nú bara á nokkuð góðum stað svona eins og horfir núna hér á Akureyri. Auðvitað eru einhverju hópar hér sem eru ekki ánægðir að því að minnsta þessu uppbyggingaskýrslu áðan. Þá var, ef ég man rétt, bara miðbygg skýrslunar eða frekar framalega sundlug.
og þar var Þór sett í síðustu sætin sem að hefði þýtt að það ekki verið gert neitt á Þórshæðinu næstu 15-20 árin og ég veit ekki alveg hvernig við höfum alltaf að feysa það dæmi því að það hefði aldrei gengið upp. Þannig að sem betur fer höfum við séð ljósið og snúið þessu til betri vegar. Takk. Og bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu orðalaust. Næst tekti máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ef ég fari rangt mál með lántökuna afsakaði það, en það kom þá bara fram í samtali sem ég átti við sviðsstjóra fjármálasviðs sem var þá ekki á Bæjarráðsfundinum en við annað tækifæri. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið máli sínu. Næst tekti máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil eins og aðri bæjarfulltrúar óska Þór til hamingju með þennan áfanga og sem að tímabær og spennandi. Sjálfur hefði ég knattspyrnu hjá Þór fyrir, 45 ár síðan á Malarvelli og Sanavelli, svona eftir atvikum. En af því að það var minnst á forgangsskýrsluna uppbyggingu íþróttamannvirkja langar mig bara aðeins að skerpa á því að hún sem sagt var gerð á síðasta kjörtímabili og var birt í október eða nóvember 2019, sem sagt það er að verða 5 ár síðan. Og það sem var meðal annars merkilegt við þessa vinnu var að fulltrúar allra flokka í bæjarstjórn urðu sammála röðunina. Og ég held að það hefði komið mörgum á óvart, jafnvel öllum. Og þá var í fyrsta skipti búið að kortleggja til framtíðar einhverja vegferð og þannig það skapaðist á minnstakosti einhvers konar ró eða félögin vissu hvar þau stæðu og hvenær kæmi að þeim svona sirka og hvers mætti vænta. Og það var strax hafist handa við verkefnin sem að lentu efst á listanum, það er að segja félagsvæði Nökkva, æfingaðstaði Skautahöll og svo þessi 2 verkefni á Káasvæðinu, gervigras og stúka og svo félagsbygging með búningsklefum og svo framvegis. En í aðdraganda þessara vinnu höfðu bæði Þór og Káa óskað eftir íþróttahúsi á sínu svæði. En þau verkefni lentu neðarlega á forgangslistanum og í framhaldi af því þá kom upp kannski meira raunsæi hjá félögunum, meðal annars Káa, sem að sögðu gott og vel getum einhvern veginn flýtt þessum verkefnum með því til dæmis að við föllumst á að taka við íþróttahöllinni, þó að það sé ekki okkar fyrsti valkostur. Og í því ljósi skilja svo að flestir eða allir bæjarfulltrúar hafi litið jákvæðari augum á það að reyna að hraða íþróttahúsi á Þórssvæðinu sem að myndi þá í einhverjum skilningi leysa þarfir beggja félagana. Og ég tek undir það sem að bæjarfulltrúi Hlynur sagði áðan að við höfum ekki gefið Þórsurum nein loforð tímasetningu á íþróttahúsi en við höfum talað að við værum að binda vonir við að geta einhvern veginn tímasetti eða kortlagt það verkefni fyrir lok þessa kjörtímabils en það verður að koma í ljós hvort það tekst út frá þá sérstaklega fjárhagsstöðu bæjarins. En hver eru valkostirnir? Þegar vantar bíl að ef ekki peningur í veskinu að þá er þetta að taka lán en svo mögulega hægt að selja fellihýsið eða eitthvað. Það er ein vitin sem við höfum ekki drætt hér og ég bara varpaði fram að mögulega á bærin einhver eignir sem eru minna nauðsynlegar heldur en eitthvað af þeirri uppbyggingu sem við teljum þörf fyrir. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Næst tekti máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, takk fyrir það, fórseti og ákveðtu bæjarfulltrúar. Þetta er bara rétt ég er bara gaman að heyra bæjarfulltrúa andra verja þessa vinnu sem var unnin. Því að ég tek undir með honum, þetta var merkileg vinna í kringum þessa uppbygginga áætlun íþróttamannvirkja og þessa þörf sem að var greind og að vinnulagið alla vegana til fyrirmyndar að mörgu leyti. Þú hefði verið hægt að ganga eflaust líka en lengra, skoða líka aðra hluti eins og rekstrakostnað. En ég held að að því að bæjarfulltrúi Heimir Örn kom inn á að það væri langtíma sýn núna
framtíðarplön uppi, en ég held að einmitt að ef við ætlum að tala um svona framtíðarplön, þá ef mögulegt, þá á þetta að sjálfsögðu vera þverpólitísk vinna og hún á að fara fram fyrir opnum tjöldum, hún á að draga inn sem flesta fulltrúa notenda og við eigum að vinna þessu saman og ég held að ég get ekki tekið undir það að það sé það sem við sjáum í dag, en það er það sem við ættum að vinna að og ég veit þó að við klárum útisvæði sem væri mjög til bóta fyrir Þór, að þá er eins og hefur komið fram hér, það er margt eftir, þannig að við höfum ennþá tækifæri til þess að fara í svona vinnu, alvöru vinnu aftur og ég hvet bara okkur öll til þess að gera það. Takk fyrir. Og bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson loki máli sinni orðiðlaust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, bæjarfulltrúar, það bara rétt aðeins að taka undir orð Gunnars og nú erum við nokkur á að klára okkur annað ár í pólitík og stundum rekist á vegg, lært mikið og ég hef fundið það svona síðustu mánuðum að þetta er alveg hárrétt hjá Gunnari að það er að nýta mannauðum betur og ég held núna að loksins sé að koma svona svolítið skrið á það að nýta mannskapið betur alla í bæjarstjórn og vonandi leggjast allir á eitt að við ætlum að byrja að skoða fjárhagsáætlunina betur saman, betur en við höfum gert síðan 2 ár og ég held að ég sé ekki að ljúga neinu að í fræðsluráðinu eins og Gunnar veit að þar hefur samstarf verið mjög gott og ég held við ættum að fara að færa þetta bæði inn í bæjarstjórn og bæjarráð, þannig að ég tek undir orð Gunnars með þetta. Það er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason loki máli sinni orðiðlaust. Það er fleiri ekki hvað þér hljóðust, þeir sem geta samþykkt samningin, gefið merki. Það eru 8, þeir sem eru á móti og 3 sitja hjá.